Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir frá Vináttufélagi Íslands og Kúbu, stjórnarmenn, báðir Eyjólfur B. Eyvindsson og Gylfi Páll Hersir. Verið velkomnir. Við byrjum hérna aðeins svona í síðustu viku með viðtali við Tamilu ástandið á Kúbu og það hefur svona lítið breyst í fjölmiðlaumfjöllun hér á landi það sem raunverulega að gerast þarna á þessu svæði og auðvitað allt í kring. Þetta eru svona fréttirnar á skornum skammti en það vantar ekki að við erum forvitin ástandið og hingað eru þið mættir til þess að svona kannski aðeins segja okkur frá þessu helsta. Kannski byrja þér, Gylfi Páll, þú hefur aðeins verið að skrifa greinar á Vísi, þar sem að, þú hefur svona vísað í íslenska fréttafurlautning, meðal annars viðtal við Tómas R, þar sem að, þú fórst ósamránum í ýmsum efnum, ertu kannski til að útskýra þetta fyrir okkur í þínum orðum? Ég hef nú skrifað slatta greinum Kúbu ástandið þar í gegnum árin og núna síðast í síðustu viku skrifaði ég 2 greinar, annars vegar Kúbu og hins vegar atburðar sem urðu í Venezuela og svo framhaldin af því þessar árásir gagnvart Kúbu. 3. janúar? 3. janúar, já. Já, ástandið náttúrulega á Kúbu mjög erfitt, það segir sér náttúrulega algjörlega sjálft. Það verður ekki dropi af olíu komið þangað síðan 9. janúar ef ég mann rétt. Bandaríkin hafa þingað önnur ríki, þetta náttúrulega ólíkindum að fylgjast með þessu en þeir hafa fengið, ef ég mann rétt, 34% af sinni olíu frá Venezuela sem var náttúrulega stoppað með mannráninu á Maduro á sínum tíma og þeim atburðum sem þar áttu sér stað. En jafnframt hafa þeir fengið frá Mexíkó, ég sá þannig bara dagi hvað var mikið, það hefði ekki alveg átt að með á því en 44% af olíunni komu frá Mexíkó og þeir settu gífulega pressa á Mexíkó stjórn að hætta að senda þeim olíu, annars myndu tollar á Mexíkó hækka verulega og að lokum sá að mörgu leiti ágæti forseti landsins að hætta við það að senda þeim olíu eins og hafa gert í gegnum árin en sendi í staðinn mat og hún hefur sagt að hún muni halda því áfram en það náttúrulega, þetta 80% af allri olíunni, þeir fá hugsanlega eitthvað smávegis, einhvers þar annar staði frá en það að skúfa náttúrulega fyrir olíu mjög alvarlegt mál. Við getum rétt ímynda okkur hvað myndi gera sér á Íslandi eða kæmi ekki olía til landsins í landi sem samt bæði jarðhiti og vatnsorka til rafmagnsframleiðslu. En þessar aðgerðir koma náttúrulega ofan á það viðskiptabann sem hefur verið gagnvart Kúbu af hálfu Bandaríkjanna alla götu frá byltingu 1959 og komið kannski að því á eftir. Mjög víðtækt sem tekur ekki bara til banns á innflutningi varar frá Bandaríkjunum, heldur að vera hert á viðskiptabannu gegnum árin að hverjum forsetanum að fætur öðrum sem hefur verið í Bandaríkjunum. Þannig að þeir fá ekki nauðsynlegustu læknislyf, þeir fá ekki matvæli nema eftir alls konar krókaleiðum. Þeir fengi ekki eins og sprautunálar á tímum COVID sem var stórmál fyrir það að fá það eftir mikinn hamagang og ýmislegt annað þessum öll bankaviðskipti eru mjög erfið. Það verður hert á þessum viðskiptabanni gegnum árin eins og komið kannski að á eftir þannig að til að mynda skip sem hafa komið til Kúbu þau geta ekki komið til Bandaríkjanna 6 mánuði á eftir þannig að all aðföng til Kúbu erfitt. Ferðamannaðinaður hefur drabbast niður meðal annars út af þessu ekki hvað síst og svo framvegis og við komum kannski að því betur og eftir þannig að þessi stöðvun á olíu til landsins kemur ofan á allt annað. Þetta þringingarnar sem fyrir voru. Sko, það sem svona pöpullin almenningu kannski spyr sig svona hvers vegna í ósköpunum þessar hörðu aðgerðir gegn Kúbu, það að segja? Já, sko, allir forseta Bandaríkjanna frá því að byltingin varð 59 hafa reynt mismundir aðgerðir og sumir líta til Obama og sagði að hann hafi slakað á því þannig að þetta hefur ekki virkað hingað til en þá hafa reynt nýja taktík þar sem Obama gerði var að herða aðgerðina gagnvart ríkinu að slaka á gagnvart íbúunum og meðal hans leyfðu skemmtiferðaskipum og ferðamönnum. Sko, þetta náttúrulega draumur allra Bandaríkjaforseta að reyna að eyðileggja eða sem sagt steypa þessari og skipta Sko, það sem núna að gerast við sjáum náttúrulega bara hvað Bandaríkin eru orðin, eða Bandaríkjastjórn eru orðin örvæntingafull með að ræna olíuskipum frá Venezuela og þeir tókst að takmarka olíu frá Venezuela til Kúbu 2018 og það komast að vandræðum þar.
Núna er þeir bara í svo miklu vandræðum, þeir eru hættir að tala sem sagt þessu Biden-stjórnin, þeir voru ekkit, þetta alltaf verið, sko utanríkisstefna breytist ekkit sama hvaða fórseti það er. En núna eru þeir bara grímulust að segja þetta og það er líka það sem annað er í þessu, það er Marco Rubio sem að í það mörgum embættum og þessi hægri öfgamaður frá hægri öfgamönnum Miami-kúpunum sem að í rauninni hefur sko ekki bara eitt embætti heldur 3 skils mér og færa þess man ekki hvað köllu þetta hertar aðgerðir eða sem sagt bara takmarkalausar aðgerðir eitthvað áleika þeir virkilega ætla sér markmið hjá að meira rauninni eyðileggja landið og hvers vegna sko það náttúrulega Kúba náttúrulega hefur við skulum ekki glemma því að þessi saga hún byrjaði ekki bara í þetta kjörtímabil náttúrulega Spánverjarnir koma fyrst til nýja heimsins á Kúbu til Baracoa sem austursta hlutin og svo faraði til Santiago og það byggjaði fyrstu borgina í Baracoa fyrsta kirkjan og fyrsta borgin í Ameríku sem sagt því að Ameríka alltaf ekki land heldur heimsálfa í Santiago de Cuba svo Santiago de Compostela og Santiago de Chile og svo framvegis heila á Jakob og þá svo hefst og þeir flytja inn þræla frá Afríku og sykur framleiðslan og þetta allt saman og svo hefst frelsistríð gegn Spánverjunum og Bandaríkjamenn koma þar inn í og fara að skipta sér af og þeir losa sig við Spánverjuna og Bandaríkjamennir fara inn í þessa nýlendustefnu og koma sér að þess að gefa þeim fána þeir bæði Puerto Rico og Cuba fá fána á sama tíma og sjáum utanríkismálin og síðan taka yfir setja Fulgencio Batista sem gerir valdarán verður einra þessara sem að síðan var það ómeinsæll og það blóðut allt drifið í kringum hann að það hefst þessi barótta 52 eða löngu fyrr sem að síðan líkur með 59 að byltingin sigrar og það var ekki alveg sko þetta Kennedy var fórseti þá og það var eitt af því sem var losað daginn skjölin flesti voru með hver skoðið Kennedy hver skjölunum en það var þetta að sjá bara sko magniða peningum sem að Bandaríkin hafa sett í að reyna að eyðileggja, að draga úr eða skemma fyrir og árásirnar sem hafa gert á landið til dæmis þegar Kúbanir voru að reyna að útrýma ólæsi þá voru með sveiti sem voru að drepa kennarana og bara endalaust En er þetta þá bara í eitthvað svona andstæð við stjórnarfar eða yfirtaka á landi eða er olía undir Kúbu til dæmis því að það auðvitað svona eiginlega heilamálið með Venezuela hvað eru þeir að reyna? Þetta náttúrulega bara þeir áttu þetta land af því að þú sér þarna 1940-50 að þá mafían þarna og ellend bandarísk United Fruit Company og fleiri eins og til þeir áttu eða bara Guatemala þeir áttu stóru hluta af bara fólki sem bjóða þarna voru bara þrælar og unnu fyrir þessi stórfyrirtæki og svo komið mafían og byggði kasínó og vændishús og hvað hann var og þeim svíður að hafa mist þetta bæði hafa mist þetta en svo líka náttúrulega Kúba í rauninni lykillinn að Karabíahafinu og þetta snýst alveg mikið eins og við sjáum með eins og Bandaríkin hafa verið að þjarma að Kína núna í einhver áratugi að þjarma að siglingarleiðum þannig að þetta hefur líka vægi varandi yfir á áhrifasvæði í Karabíahafinu sjálfu og svo náttúrulega er þetta að því að byltingin á Kúbu sjálfu sér hún náttúrulega er fjöldarheiming og eitthvað litið vinstri sinnu en sko yfirlýsingin þetta hafi verið kommunistist það var gert til þess að fá stuðning Sovétríkjanna en allt sem að þessi hinstastefna Bandaríkjann hefur gert er að ýta ekki bara Kúbu en líka Nicaragua og Venezuela og fleiri löndum til vinstristefnu þannig að það er kannski það hættulegast að þetta er von að það er til einhver önnur leið að þrátt fyrir 65 ára viðskiptabann, hafbann Helms-Burton-lögin sem að refsa þriðja landi sem að áviskipti við þau eða hvað sem nú er að þá náður að halda út heilbrigðiskerfi, menntakerfi fólk borgaði ekki skatt á Kúbu fyrir 2012 því að þá var fólk selt eignirnar sínar því að allir fá fæði, húsnæði geta selt bílinn sinna þá þetta fara að borga 10% skatt 2012 og það er þetta fordæmi sem er svo hættulegt og það er nú þannig að það er ekki auðlindir heldur er það bara
það að þeir hafa ekki getað og þeir reyndu innrás í Svínaflóa og það var hrundið og ég viltu kannski bæta eitthvað við þetta. Já, ég held þetta sjálfur rétt. Það eru fyrst og fremst tvær ástæður fyrir því að Bandaríkin hafa alltaf lagt þetta ofurkapp á það að reyna að koma byltingunum Kúbu fyrir Katar. Ef það er annars vegar þá er það fordæmi sem að Kúba er fyrir alþýðumanna bæði ekki bara í Karibahafinu og Mið- og Suður-Ameríku heldur faktist mjög víða og hún haft mjög mikil áhrif mjög víða. Byltingin í Nicaragua greinaði 1979, næstum byltingin í El Salvador á svipuðum tíma og svo fara með svo mikla róttækilbreytt byltingar sem urðu á þessum tíma sem að kannski er ekki sjáanlegar akkurat í dag og svo náttúrulega jáfnframt það að þeir mistu mjög stóran spón úr sínum aski og ég held að það sé mjög gott að líta tilbaka til sögunar eins og Eyju var að gera þetta byltingar, þessar frelsisbarátta Kúbanna, gagnvart Spánverjum sem stóði yfir kannski 30-40 ár og þeir fengu það svo 1898. Ef maður rétti voru raunverulega búin að vinna sigur á Spánverjum þá koma Bandaríkin með skip, þetta er mjög fræg saga sem heit Maine, sem var sprengt í loft upp í Havanahöfn. Og Bandaríkin kendu Spánverjum þetta og þetta var þeirra átil til þess að geta blanda sér í þessi átök frelsisbaráttu Kúbana gagnvart Spánverjum sem þau eru hverkið komið nærri fram að þeim tíma. Þetta held ég að sagfræðingur sé almennt sammála. Maine hafi verið sprengt í loft upp af hálfu Bandaríkjanna til þess að koma þannig inn. Og þetta er á sama tíma og þau komast til Guameyjar, þau komast til Puerto Rico sem verður þeirra nýlenda og þau komast til Filippseyja sem verður þeirra nýlenda alveg fram í síðari heimsstyrjöld og saga Filippseyja er mjög lík sögu Kúbu á mjög margan hátt. Ég áttaði mikið á því fyrir ég fór aðeins að kynna mér þetta. Svo gert friðarsamkomulag í París 1898 milli Spánverja og Bandaríkjana Kúbu, en það er engin Kúban sem ekki mun nála því. Bandaríkja sem hér fram til 1902 þegar þeir setja eitthvað leppsinn sem forseta landsins og gera, og það er svona smá aukaðri mjög mikilvægt að það gerða sérstöku viðbót við þetta sem heitir platt amendment eða platt viðbót sem heimila Bandaríkjunum afskipta af öllum innanríkismálum sem þeir telja nauðsynlega í landinu og jafnframt að þeir geti leigt eða keypt eða fengi aðganga að því land á Kúbu sem þeir telja nauðsynlegt og þetta er undanfarið þess að þeir eru með Guantánamo-herstöðina. Þessi samningur er svo endurnýjaður 1934 ári eftir að Batista gerir sitt fyrsta kúp. Hann er raunverulega við völd á Kúbu frá 1933 til 1959 og þar er gerður samningur það að þeir fá að hafa herstöð við Guantánamo, fái land við Guantánamo og hafa haldið þar herstöð og hún er óuppsegjanleg nema báðir aðilar samþykki sem er náttúrulega þvert á all fullveldiskröfur og fullveldisbaráttu allra þjóða og eiga borga leigu fyrir líka sem það hafa ekki gert heldur. Já, þess vegna hafa þeir haldið þessu og þeir senda árlega kúbansku ríkisstjórninni tékka upp á 4.000 rúma dollara sem að Kúbar hafa reyndar aldrei leyst út, eða hann vanna mál, en svo hafa þeir nota þetta ýmsum óþokkalegum tilgáfi, gerða við þjálfurnastöðar, ekki eru innrás á Haiti fyrir millistríðsára og Nicaragua frá Guantánamo og þarna komuði náttúrulega fót þessum frægu fangabúðum þar sem hafa haldið fólki án dómsulaga áratugum saman og pynta á hann viðurstyggilegt að hátt. Þetta er raunverulega forsagan að Guantánamo málinu. En Bandaríkin áttu svo gífurlega auða við þarna á Kúbu fyrir 59, þeir áttu 70% af öllu sykurframleiðslunni sem að stóð undir 80-90% af útflutningsverðmætum Kúbu. Þeir áttu sink og kopanámurna sem voru þarna. Þeir áttu olíuauðlindirna sem þarna er ekki sérstaklega miklar að vísu í dag. Skils mér þeir eigi kannski, þetta eru kannski 30% af olíunni sem að olíuþörfin í Kúbu, það eru olíuauðlindir sem eru á kúbanskri jörðu í dag, en þær eru allir í eigu breskra og bandarísku auðringa og fljótlega eftir byltingum var þetta alls saman þjóðnýtt, en Kúbanir þeir buðu viðkomandi fyrirtækjum skaðabætur sem myndu þá grundvallast á verðmæti sem þessi fyrirtæki hefði sett fram í skattalegu samhengi fyrir tíma byltingarinnar sem var náttúrulega mjög lágt vegna þess að þessi fyrirtæki eins og fyrirtæki gera gjarnan þeir reyna að sleppa við að borga skatt og þess vegna var verðmætið þeirra frekar lágt skráð en þeir gerðu þetta og Bandaríkin tóku þetta náttúrulega ekki mál og síðan hefst þessi miklu átök að hálfu Bandaríkjanna gagnvart Kúbu sem helgast af þessu tvennu, annars vegar þá missa þeir töluverðan efnahagslegan spón úr sínum aski og jafnframt þetta fordæmi að það sé hægt að skipuleggja þjóðfélagið á annan hátt en til dæmis í nágrannalöndum eins og Haiti og öðrum löndum þar sem að fólk ræður engu og hægt að skipuleggja þannig að fólk hafi sæmilega heilsugæslu, það var farið í ólæsi herferð á Kúbu þar sem að 30% landsmanna voru ólæsir og óskrifandi
æskulýrin fór af stað og þeir tóku ári í það að kenna fólk að lesa og skrifa sem þótti mjög merkilegt á sínum tíma, flestum stöðum. Það er alltaf meiri í þessu líka og það er þessi hugsun eins og Che Guevara var alltaf læknir og fórhundans læknar og hann sagði sko læknar þurfa ekki bara að vera læknar, þetta þurfa líka að vera byltingasinnar. Það að hugsa þetta ekki eins og við þekkjum í vestræna heimi að fólk fari í tímis eins og grunnstofunar í Háskóla Íslands eru lögfræði, guðfræði og læknisfræði og það eru mikilvægasti embættin sem þá þjóna þá valdastéttinni og eiga þá að fá borga miklu meira fyrir það en þannig er hugmyndin að ríkið allir geta numið hvað sem þeir vilja en svo starfa þeir við það eða geta gert annað og vera að flytja út lækna, senda lækna til að hjálpa bæði í þriðheiminum og líka eins og í COVID á Spáni og Ítalíu og í Mexíkó, það er mikið að læknum í Mexíkó sem að fara annar stað þar sem að engin annar fer til í dreifðari byggðir og þegar ebólufaraldurinn var í Afríku þá voru, fyrst sem komið, þá voru kúbanskir læknar, þeir fara allstað, þeir hjálpa öllum og þeir fá einhver leiti laun fyrir þann alltaf sem að fer tilbaka og styrkir Herbyrskjara og Kúbu og Marco Rubio og þeir eru líka meðlans að reyna að eyðileggja það. En svo er annað fordæmi sem er náttúrulega að flytja út byltingun eins og Che Guevara og fleiri þeir fóru til Kongo og síðan þegar að apartheid var í Suður Afríku og Namibía var sem hafði verið held í Þýsk-Nýlenda var ekki, voru í samkurli við Bandaríkin og þessi svo kallu únýta skærliða sem voru styrtir að CIA og fleirum voru að herja á Angola. Þar var svona vinstri stjórn og þá ákveð Kúba að styðja Angola gegn þessum öflum og það dróst svo mikið að langin að það kostaði svo mikið fyrir Suður Afríku, þessi Angola vann á endanum, að apartheid leiði undir lok og þannig að það er líka bara þetta. Eins og það var alla þjóðar með viðskiptabann á Suður Afríku nema Bandaríkin út af apartheid. Þannig að þetta er náttúrulega stórhættulegt fordæmi þetta flytja út bæði lækna og byltingar og það náttúrulega var líka reynt í Bólívíu þar sem að Che Guevara var svo svikinn. Það er önnur saga. Nú hefur hafa þessar viðskiptaþvinganir verið þannig 65 frá síðan 59. Þegar ég talaði við Tamilu í síðustu viku þá og ræddu við aðeins svona í rauninni stemninguna bara í samfélaginu. Hún sagði að þetta væri aðeins erfitt vegna þess að margt ungt fólk frá Kúbu það gefst upp og fer og nú sé orðið svo lítið þannig að þjóðin er hreinlega farin að eldast og það býður upp á alls konar ný vandamál. Er það ekki rétt skilja hjá mér að nú er svona, það er svona annað hljóð í kroppnum að því að við þekkjum Kúbu og þessa þrotlausu baráttu þeirra og sem og hefur verið eftirtektarverð að það sé svona aðeins farið að kannski slokna í þessum eldi. Það sem við höfum að trúa en þetta ástand sem er núna það er ekki að byrja ekki bara núna á þess ári. Nei. Það kemur í kjölfar COVID einu sinni var sykur aðal útflutningshafur Kúbu en seinna verður það síðan lyf og Kúba býr til ekki bara 1 heldur 2 bóluefni gegn COVID en út af viðskiptabannu þá eins og Gylfi var að nefna áðan þá átti erfitt með að flytja sprautunálar en þegar COVID kemur að því að þegar Sovétríkin voru og þá þegar þeir falla frá að þá hvarf í rauninni á stuttum tíma 87% af efnahag Kúbu og þá fluttuður inn bara massíft á hjólum, þeir fóru í meira þátttökulýðræði í rauninni sem spurðu þjóðuna hvað þeir vildu og hann var alltaf reyna að aðlaga sig og síðan kemur ferðaþjónustan inn og það verður þá nýja og hefur verið alveg þangað til núna aftur í COVID og það er alltaf verið rosalegur áróður sem að gegn ferðaþjónustunni sem hefur þá verið aðal, ekki bara læknarnir og lyfin heldur sem að kemur sér illa að því að þeir fyrir ekki bara Kúbu heldur líka það er erlendi fjárfestar, bæði frá Kanada og Evrópu og Rússlandi og fleiri, það er mikið að ferðamenn frá Kanada, Rússlandi og Spáni og fleiri löndum og eftir COVID þá hefur ferðaþjónustan átt erfitt með að hún hefur vaxið en ekki eins mikið og það er rétt það hafa verið venjulega 12 milljón íbúar á Kúbu en það er komið eitthvað staðar niður í
eða 9 og þeir sem fara fyrstir unga fólkið, það rétt. Þannig að sko, þetta margþætt en það náttúrulega eru eins og Vík, við náttúrulega Íslands og Kúbu og til dæmis í Mexiko, José Martí, sem þessi frelsissetja frá tímanum gegn Spánverjum og í öllum þessu löndum þær eru Kúbanir og eins og sagt Kúba Nostra Sola, Kúba stendur ekki eitt, það náttúrulega sko, svo margir þó að þetta fólk fari að því að síðan lenda alltaf í því, það var þannig að Kúbanir sem sóttum hæli eða færi til Bandaríkjanna, þeir fengu sjálfkrafa hæli en nú það breytt á þessu kjörtímabili Bandaríkjaforseta þannig að sko, jú, þetta erfitt en þetta ekki fyrsta skipti sem þetta gerist en enga síður þarf Kúba á okkur að halda og sko þetta í rauninni, þið nefndu það líka í síðustu viku, en þetta náttúrulega eins og Gaza þú veist, og það hefur ekki ríki leyfi til að setja viðskiptabann og annað og það búið að reyna hreyfingarnar í Evrópu, fórum með fyrir Evrópudómstól dæmdi viðskiptabannið ólöglegt og það að skrúa fyrir olíusölu og ekki bara það heldur hafa verið að stoppa sko, Kúba hefur að kaupa frá öðrum löndum og þeir hafa verið að koma, bandarska strandgæslan hefur að koma í veg fyrir og þá brjóta hann alltaf ekki bara, þú veist, alþjóðalög heldur líka bara hafréttarlög og þannig að sko þeir eru í samvinnu við aðra eins og þeim Kínverja þá eru þau búin að vera að byggja upp sólarsellugarða grunn rafmagnsþörfin svona 2000 megavött og þeir eru komnir upp í 1000 og núna orðin sem sagt að vera að safna fyrir sólarsellum og aðaláherslan á að halda heilbrigðiskerfinu gangandi. Það er aðaláherslan. Það er mjög frægt heilbrigðiskerfið á Kúbu, held ég. Það sé svona þetta sem mest fjallaði ábyggilega á vesturlöndum. Og menntakerfið og hver sem kemur ángað, sem að þeir að vera að mennta bara fólk, hver sem sem skráir sig í skóla, bandaríkjamenn, hvaðan sem eru, þeir fá ókeypis. Ég veit að vera á Kúbu og það hitti ég krakka frá Kólumbíu og frá Afríku og bara hvaðan var það. Að hugmyndin að menntun sé fyrir alla og heilbrigðiskerfið sé fyrir alla. Þannig að jú, það er erfiðara en sko þetta þá bara ný áskorun þegar Hvert svona viðskiptasambandi Íslands og Kúbu? Sko ég meina hvað geta Íslendingar gert til dæmis? Sko viðskiptasamband Íslands og Kúbu hefur ekki verið mikið held ég. Það hefur eins og flestunum lönd þá eru fluttur út vindlar og rom og það í gegnum Havanos og svo hefur helst verið Pernod Ricard en að öðru leiti fyrir utan ferðaþjónustu. Það hafa verið ferðaþjónusta og svona leiguflug. Það sem að Ísland getur gert geta haft samband við okkur. Við erum með kuba@simnet.is og við erum líka Vík á Facebook. Við náttúrulega Íslands og Kúbu á Facebook geta haft samband við okkur. Við erum að standa fyrir söfnun. Við erum með það opið og það eru bríkuður líka sem hluta af því sem að Che Guevara á þeir skipulöðu þessum tíma að fólk myndi vinna í sjálfboðavinnu og það er besta leiðin til að kynast þessu og svo var ég spurður daginn á okkur ætti maður að fara ánga núna. Jú, núna tíminn einmitt, núna það sem Kúba þarf mest á að halda að fara ánga og besta leiðin til að kynast í hvernig ástandið að fara til landsins og það gerir ég þegar ég var 19 ára og það breyti lífi mínu. Við skulum ekki gleyma því fyrir utan alla pólitíkin alltaf þannig að Kúba degla af menningu, salsa, cha-cha-cha og svo mikið að tónlist verður til hana, kongatróman til dæmis verður til hana og þetta svo frjósam jörð, það sprettur allt, girðingastöðurinn blómgast, þegar koma blöð girðingastöðurina og út af viðskiptabanninu og öðrum þringingum þá hafa þurft að fara í lífrænaræktun, þannig að 87% af allir landbúnað lífræn. Þannig að forsetinn hefur talað og þeir hafa talað núna að þeir þurfa að vera skapandi hugsun sem eins og við gerðum eftir COVID en þetta er ennþá erfiðara þegar því að þetta ekki bara viðskiptabann og hafbann og það allt heldur við tala að vera kirkja landið og maður skilur það svo sem alveg að fólk orðið þreytt en hvernig að því að núverandi stjórnvöld í Kúbu nokkuð umdeilt á meðal Kúbu manna það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, örugglega það
það er ekkert allir sammála sko. Kúbana hafa, þú veist, 3 mismunandi skoðanir og öllum hlutum, það er alltaf verið að ræða og það er frjálst að gera það er talað svona mikil spillingarstjórnmál með núverandi stjórnmálum. Það fer svona eftir kannski við hvað þú talar, en það er svona það sem að ég greindi meðlans spjalli mínu við Tamilu síðustu viku og það er spillingur allstaðar, en við þurfum líka að setja í samhengi við hvað er að gerast. Sko helsti munur sem eru orðið svona stjættara munur eða munur á milli fólks það kemur eftir að ferðamanna iðnaðurinn fer á stað að þá verða ákveðin skil vegna þess að þeir þurftu að gefa ýmislegt frjálsbændur fóru að selja sína framleiðslu á frjálsu markaði í stað að setja þetta á markað þar sem menn voru með sína skömmtunarbók og fengu sín hrísgrún og sína mataróli og svo framvegis. Fólk gat leigt út sínar íbúðir eða sín herbergi búið til matanda á túristum og svo framvegis og þetta leiddi til mikils munar milli Kúbana, þeirra sem höfðu aðgengi að dollar og þeir sem ekki höfðu aðgengi að dollar og þarna var mjög ákveðin stjættarmunur og þetta hefur verið fjallað töluvert. Ég held að ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérstök spilling á Kúbu, eflaust eitthvað, ég veit það ekki. Það var ýmislegt slæmt sem fylgdi þannig svo margt sem að þetta koma inn á hér í sambandi við Kúbu, en það var ákveðin pakki sem mjög snöðslut að koma með þegar að Kúbu raunur var hint út í það að taka mjög náið samband við Sovétríkin og þau raunur að redda þeirra ökonomi á 7. og inn á 8. áratuginn að þá fylgir þessum efnahagspakka frá Sovétríkjunum, þau kaupa sykur og þau fá olíu á hagstæðu verði og alls konar svona hlutir. Þessu fylgir ákveðin hugmyndapakki sem gjarnan talað til dæmis afstöðu til samkynhneigðra og slíkt sem var nú ekki fagur hluti í kúbönsku samfélagi. Það var sótt að málurum og rithöfundum á þessu ákveðna tímabili sem var svo gert upp í seinna og forista kommunistaflokksins eins og til dæmis Fidel Castro hefur mér vitanlega aldrei talað gegn samkynhneigð eða þvert á móti. Hann hefur talað mikilvægi þeirra réttindi eins og annar í frægri Vítalsbók sem við hann á 9. áratug þessar aldar að jafnvel ennþá fyrr. Þannig það er rangt sem að sumir svona hvað sem áliðsgjafar hafa haldið fram. En vissulega var þetta til staðar. Vísu kemst þetta ekki hálfkvistu við það sem í öðrum löndum í kringum Kúbu. Hvað var það þessi fordóma gagnvart kirkjan í rauninni ræður ríkjum og þú veist, hún er mun frjálslegri á Kúbu kaþólska kirkjan heldur en í mörgum öðrum löndum. Hún verður það svo sem í Suður-Ameríku líka, en það er ákveðin svona mót og kallremba líka. Ég held að líka svona, það sé nú kannski eðlilegt að land sem hefur verið bara sett í þá stöðu að þurfa stöðut að vera berjast fyrir tilverurétti sínum. Það setur ekki, þessi mannréttindi kannski svona efst. Það fer allur tíminn og öll orkan í að reyna að lifa af og ég held að það verið einmitt í kringum Gaza og annað hefur verið rætt nákvæmlega þetta að þegar að fólk er bara í fight or flight þá fer minni orka í eitthvað svona minnihlutahópa. Við þurfum að hafa, við þurfum að setja þetta í samhengi vegna þess að það er engin stjórnvöld sem geta að lifa af þennan hrylling af viðskiptabanni og þingum og núna skrúa fyrir olíuna og orkuna til þeirra nema að þeir hafi gefið íbúunum rödd, kentum að lesa og skrifa, þannig geti kynnt sér alveg sem við gerum í Venezuela, þannig að fólk myndi lesa stjórnarskránna og vita hvaða réttindir þau hafa og svo færa þetta nær og jú, það er kommunistaflokkur en það eru líka kosningar og 60% eða meira á þinginu er ekki eins og í kommunistaflokknum. Þannig að þetta er rauninni þátttökulýðræði, þetta fulltrúalýðræði og síðan sem að náttúrulega gerist í sérstaklega tímabilinu svo kallað eftir Sovétríkjanna þá eru búin til hverfisnefndir þannig að fólk, það eru fulltrúar sem fólk talar við og það er opið, það er ekki lokað, það er ekki eins og í Vestur-Evrópu sem kemur bara óverulögregla með kylfur og skildi og lemur fólk og þegar að hafa verið eins og þau töluðum í síðustu viku þessi auðvitað fær fólk nóg og en við þurfum ekki gleyma því að það er nokkuð til sem heitir FBI og nokkuð sem heitir CIA og það eru, allstaðar og Bandaríkin eru með sendir á Kúbu og það er allstað reynd að koma inn setja peninga á fólk til að kasta bensinsprengju á bensinstöðu eða eitthvað sem gerast á 2021 og eða reyna að eyðileggja minnismerki José Martí á Parque Central-torginu og svo framvegis. Það er náttúrulega, fólk náttúrulega verður líka bara forviða af öllu en
þegar að gripdeildir og skemmdaverk, það ekki, alveg svo tölum Íran, alveg að það var mótmæli, ég meina þegar að vera ráðast beinlínis á bara, opinbera starfsmenn eða bara verslanir eða annað, það ekki mótmæli, það bara skemmdaverk og annað, það náttúrulega verður að grípa inn bara út af, til að fólk slasist ekki. Ég held að það sé einmitt mjög mikilvægt að koma þessum átökum eða óerðum að koma að kalla sem urðu þarna í 21. júní held ég hafi verið. Já, júlí á 2021. Þetta raunverulega í miðju COVID-tímabilinu sem mjög erfitt. Það var erfitt með öll aðfang, erfitt með all mögulegt. Við þekktum þetta á Íslandi sem náttúrulega ekkert á við þessi lönd sem eru fátæk og eru svona mörkunum, hungurmörkum raunverulega. Þannig að fátæk lönd fóru mjög illa út úr þessu tímabili í COVID og sama var tilfellið á Kúbu sem þó til dæmis náða að framleiða nokkrar tegundir af mótefni við COVID, þeir bólusettu alla þjóðina og þeir meiri sig afhendu nokkrum þjóðum þetta bóluefni, meðal annars Íran, Vietnam, Mexiko, Venezuela sem notuðu bóluefni sem Kúbandur hafði sjálfur búið til og allt þetta mjög erfitt á Kúbu vegna þess að þeir fá engin aðföng. Þeir get ekki keypt til dæmis tölvu ef það einhver smá hlut af tölvun sem er búin til í Bandaríkjunum, þá bannað að selja Kúbu þennan hlut eða þessa tölvu til dæmis og það gildir allt mögulegt svona. Evrópusambandið líka virkt í þessu og auðvitað þetta erfitt fyrir yngra fólk og fyrir allar reyndar að búa þetta áratugum saman að það alltaf skortur á mat, það alltaf vesen, það er myrkur kannski stóra hluta dagsins og svo framvegis. Það er mjög erfitt og það sem gerðist þarna var það að það kom fólk út á göturnar og í einum ákveðnum bæ, San Antonio de los Baños, held hún heiti, réttur utan Havana og sagði við viljum meiri mat, við viljum meira þetta, við viljum meira þetta. Þetta beindist ekki beint gegn stjórnvöldum, þetta voru kröfur þessa hluti. Svo voru að halda miklu stærri mótmælagöngu þar sem að það var krafist þetta viðskiptabanni væri afnumið og nota bene það er vitað og hefur ekki verið mótmælt að Bandaríkja þau sem að eyða alveg ofboðslegum upphæðum í að reyna að knesetja byltingun og Kúbu bæði með því að reyna að drepa fórustuna sem er gert í gegnum árin með linnulausum áróðri sem að næri í gegn mjög víða með annars mjög sterkt hér á þessu landi hér að þeir lofuðu fólk ákveðnum upphæðum fyrir að henda sprengjum inn í gönguna, fyrir að kveikja lögreglubílum, fyrir að gera hitt og þetta og Kúban tóku mjög hart á þessu. Þetta fólk var tekið bakari fyrir þetta. Það var ekki tekið á bara eins og gerist gjarnan í mótmælum í Bandaríkjunum, heldur var það. Eða bara á Íslandi. Heldur var það sem það var tekið hart á þessum hlutum og fjölmiðlarnir tóku þetta upp og það er þess mjög fræg mynd sem að birta á forsíðu New York Times, sjálfur New York Times sem var frá mótmælu og sagði, hér mótmælu og Kúba alltaf verða vitlaust. Og hver var þessi mynd? Hún var frá Havana, þar sem verður að mótmæla viðskiptabannu með ýmsa frelsisetjur úr sögu Kúbu, meðan fimmningur sem var þar í broti fylkingar. Þessi sama mynd var svo tekin og sett á forsíðu Morgunblaðs, eða frétti í Morgunblaðinu. Það voru sýndar myndir meðal annars bæði frá Kaíró og Buenos Aires sem átt að sýna hvað verið útbreitt mótmæli á Kúbu en þetta var frá allt öðrum stöðum. Þetta var allt bara falsfréttir, mjög mikið af þessu. Og flest af þessu var borið tilbaka, reynda til þessi mynd sem var í Morgunblaðinu. Hún hvarf svo einhverjum vegna því þetta var svolítið svona píljað fyrir New York Times að birta svona mynd sem var frá allt öðrum atburði. Þannig að ég held að þetta sem gerðist 21. apríl, júlí svo átt að vera annað ríkisstjórnandi raunverulega að falla haustið en þau mótmæli urðu ekki að neinu sem átt að vera í október eða nóvember og þessar aðgerðir náðu meiri sér til Íslands en það var ekki sérstakur fótu fyrir þessu og ég held að sé líka mikilvægt samt við heilsugæslukerfi sem að Eyjólfur var að tala áðan og það er eitt náttúrulega sem að heilsuverðarsinnarnir skilja ekki, þeir skilja það ekki að það fari læknar sem af eigin hvötum í sjálfboðaliðar, læknar, hjúkrunarfólk til afskiptustu staða í henni ýmsu lönd í heiminum vegna þeirra einlegu samstöðira með öðrum og til þess að hjálpa hjúkra öðru fólki. Þeir sjá þetta fyrir sér ef þú fer svona til útlanda meðan þá er þetta að gera þess að græða sem mest að peningum. Það er þetta samkenndarleysi sem að lýsir Vesturlöndum svo vel. Og þessi Kúbanar sem hafa gert þetta, þeir fá náttúrulega eitthvað ákveði fyrir það en obbin af þess að við færum svo til dæmis í Venezuela. Þar hefur verið á afskiptustu stöðum í Venezuela, þessi læknar í Venezuela fara ekki til
að hluti af þessi hefur notað til þess að borga upp olíu, það alveg rétt. En Bandaríkin reyna að teikna þá mynd að þetta sé raunverulega mansal, þetta séu þrælar, kúbanski þrælar sem vera að senda til útlanda, segir áróðuskinni, vegna þess að þeim fyrirmunað að skilja að það sé eitthvað annað sem kveiki fólki, annað en þörfin á að græða peninga. Þeir líta á þetta sem samstöð, þeir líta á Kúbani, líta á lækna, líta á þetta sem endurgjald fyrir til þrælana frá Afríku sem að margir þeirra koma raunverulega frá. Og eitt af fyrsta sem Kúbani ásíkið, sem Kúbani gerði eftir byltingunum var að taka aðalfangaeyjuna á Kúbu og breyttu nafn og hvað er æskueyjan og þar voru skólar það sem fyrir nemendur frá hinum og þessum vanþróðuru löndum þessi fólk lærði til dæmis að vera læknar og svo framvegð og þeir eru að senda arakur og læknum og hjúkrunarfólki til þessari landa og núna er eitt af því sem Bandaríkin að gera, þeir eru að segja að þetta sé mansal og þeir eru að hvetja þjóðir undir ógnunum það að setja það frekari tolla og þeirra vörur ef þeir drægti ekki tilbaka og ég las bara í fyrra dag að í Guatemala eru þeir farnir að hafa þeir látið undan og er að segja kúbönsku læknunum að fara heim, lækna sem verið hann í 3 áratugi. Hvernig eru sóknarfæri fyrir Íslanda að styrkja vináttusambandi við Kúbu og bjóða þeim á bráðmóttökuna sem liggur undir? Já, það var vel hægt. Það er góð punktur. Já, að því að þið nefndu Venezuela og maður eiginlega kemst ekki hjá því að nefna Venezuela í samhengi. Maduro, hvar er Maduro? Hann og Silja Flores, eiginkona hans, sitja í fangelsi í New York og það hefur engar fréttir, það er að verða núna 2 mánuði síðan. Eina sem ég vissi, ég fylgist með Telesúr, var að þeir voru kölluð fyrir dómara í upphafi janúar og vistust hvergi kvika að dómarinn baði að segja til nafns og þá þuldi þau, því að Silja Flores heldur ekkit einhver puntdama, hún er lögfræðingur og hefur verið á þinginu og hefur verið í baráttu aftur í tíman. Ef menn hafa áhuga á þessu, menn geta fundið þar þættir sem heita Nicolas, sem er leikni sjónvarpsþættir, þeir eru á YouTube sem segja þessa sögu og það fer yfir, það útskýrir 1973 og aftur í tíma þegar Venezuela hefur alltaf verið staðið líka í langri baráttu. Þá þuldi fyrir framan dóma, þá þuldi fósettin upp fullt nafn og sagði ég er fósetti í Venezuela, bóluverkar lífveldisins og þá sagði dómarinn, já þú þarft nú ekki að segja þetta allt saman og þá endurtók hann þetta og svo gerði hún það líka. Það síðasta sem ég heyrði var að eitthvað hluti af lögfræðingateimi Julian Assange til hals og traust en þegar þetta verður, nú veitum við ekki hvað gerist en þá er þetta bara sýndarréttarhöld því þau eru, fyrir að fyrsta náttúrulega má ekki ræna þjóðhöfðingjum, þeir hafa fríhelgi og með 2 þá má ekki rétta yfir þeim í öðru landi, það þarf að gera þetta í heimalandinu eða annan hátt og gerir ekki árás á landi og þú veist, drepur 100 pluss manns og á óbreytta borgara líka. Þau eru kærð fyrir, það á að ákæra þau fyrir 4 liði meðal annars, hún fyrir 3 er vopn, eiturlyf og eitthvað annað. Hann fyrir samsæri gegn Bandaríkjunum með eitthvað áleika, en síðan hefur bara ekkert heist. Og nú náttúrulega er staðan Delcy Rodríguez varafósettin orðin sittandi fósetti, það gerir sjálfkrafa, það gerir það í held í 30 daga eða 60 daga svo það endur nýjað, 3 mánuði eitthvað sluðis, að við vitum ekki hvað er að gerast því það kom eiginlega fréttir af því en það er, þú veist, fólk er að skrifa, alveg eins og fólk gerir gegnum Amnesty, það skrifar bréf til yfirmanna í Bandaríkjunum og í þetta fangils og sendir inn post og það er svona þrýstingur það náttúrulega er áhugaverð staða líka í Venezuela varandi að þau eru gegn því að það er slakað á viðskiptabanninu sem átti að reyna að eyðileggja Venezuela líka en það tókst ekki að þeir eru núna bandarísk olíufyrirtæki eru að koma inn í Venezuela og kaupa olíu af þeim en það er samt þessi bólivianska, þessi
stjórn sem hefur verið sem stýrir því og það svona margt í gangi þar en vanandi Maduro og Flores vitum við ekki meir sko. Er það ekki alveg ótrúlegt að við vitum ekkert fórseta Venezuela af því að Bandaríkjaforseti fyrirskipaði að hann yrði handtekinn og hann bara hafður hann einhvers þar í einhvern turni bara. Já, handtekinn fyrir hvað? Fyrir að vera fíknefna eiturljóðsmyggari. Sko, staðreyndin svo ef maður skoða tölurnar að eins og dæmis Bólivía og Venezuela og fleiri lönd þegar þeir losuðu sig við DEA, bandarísku eiturljóða eftirlitið eða hvað hann heitir, fíknefna deild Bandaríkjana, þegar það fór út úr landinu þá fyrst fjall magna eiturljum í landinu og þeir eru með eins og Kúba með zero tolerance og þeir hjálpa Bandaríkjunum mjög mikið. Það er eitt sem sagt að ef að Kúba leti ekki við að þá væri bara opið fyrir eiturljum mjög mikið inn til Bandaríkjana. Þannig að þetta er bara hræsni sko, ekkert annað því miður. Og hversu ætli að hafa ekkert hyrst í, eða maður saknar þess að því að nú erum við með stjórnvöld sem eru mjög, vilja svona láta líta stórt á sig í alþjóðasamhengi og láta að sig kveða í hinum ýmsu bandalögum. Hversu ósköpunum ætli, við heyrum ekkert af fordæmingu, aðgerðum gegn Kúbu og svo fangelsun Maduro, Já, þeir segja nú, trekk í trekk segja að það sé svo mikilvægt og þess vegna séu nú í NATO og svo framvegis það til þess að, og það sé grundvöldu fyrir okkar tilveru, það sé að alþjóða lög séu virt og það er svo mikilvægt að það sé gert og það gera Vesturlöndin en maður átti sig ekki alveg að hvort þið sé að gera greina þeim sem eru að hlusta á eða hvers vegna er að segja svona vitleysu vegna þess að í gagnvart Kúbu náttúrulega er þetta náttúrulega bara rugl, það verður að gera álítanir trekk í trekk á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hver einasta ári það sem er fordæmt þetta viðskiptabann og það er raunverulega bara Bandaríkin og Ísrael og eitt eða 2 ríki sem greiði atkvæði gegn þessu. Einu sinni satt Ísland hjá og þeir hafa ekki gert það í mörg herrans ár en það er mjög afdráttarlaus stuðningu við þetta og þetta sem þessi skref sem hefur verið stigið núna eins og að banna þeim fyrir að fá olíu, þessi harka í sambandi við viðskiptabanni, setja Kúbu á lista yfir sem Marco Rubio beitti sig fyrir yfir ríki sem að styðja hryðjuverk sem er náttúrulega svolítið svona mótsagnarkennt vegna þess að þeir sem styðja hryðjuverk þá náttúrulega verið Bandaríkin fyrst og fremst og við gerðum þá og að því vorum að tala hvað þetta sé erfitt tímabil á Kúbu í dag og það er það vissulega, það var líka mjög erfitt þegar að viðskiptin við Sovétríkjun og Austurúpu hrundu upp úr 1990 en margir Kúbanar segja sjálfur að erfiðast að tímabili raunverulega verið fyrstu árin eftir byltinguna þegar var haldið úti gagnbyltingar sveitum, þjálfuðum og stjórnuðum af Bandaríkjunum sem virtu fjöldamanns, brengdu, brendu sykurrekur og hitt og þetta. Þetta var margan hátt erfiðasta tímabil í sögu Kúbu, segja margir Kúbanar og þarna voru raunverulega hryðjuverk en þeir ásaka Kúbu hryðjuverk sem Kúbanar hafa aldrei stutt og aldrei tekið þátt í og eru þar að leiðandi á lista yfir slík ríki sem eru eitthvað örfá, ég man ekki Norður-Kóru og Íran og ykkur önnur sem gera öll bankaviðskipti Kúbu alveg gífurlega erfið, öll lán sem þeir fá eða fá yfirleitt lán, þeir eru miklu herri vöxtum en allir að þeir fá. Sko hafi í huga að þetta er listi sem Bandaríkin einir sitja að. Viðskiptabanni sem er ekki bara með Kúbu heldur líka Íran, Nicaragua, Venezuela, Norður-Kóru og Rússland og hvaða nú er. Það er allt, þú veist, fyrir utan okkur undirtekninga, þetta er allt bara hjá Bandaríkjum, eða Bandaríkjastjórn. Og hugsaður hörkuna í miðju COVID þegar Kúbanir er sjálfur búin að þróa sín eigin lyf til þess að bólist eða fólk að COVID þá koma Bandaríkin vekk fyrir að þau fáin sprautunálar. Það þurft alveg rosalega átök til þess að fá sprautunál til að geta bólusett fólk. Já, þetta er markvisst og þetta er allt úthugsað. Það er verið að svelta fólk sem eru auðvitað líka þetta er hægfara þjóðum sem búið að gefa meira í sko, mér líka bara hugsa rökfræðina bak við þetta að því að einhver leiti þá láta Bandaríkin eins og þessi viðskipta þvinganir höft og allt það sé ekki til og reyndar hefur Trump sagt sagði þarna í þessu spjalli sem er í flugvélinu öðru kóru það er, þeir kalla embargo sem þýðir bara viðskipti milli tveggja landa en þetta heitir blockade þetta er bara höft, almennt að það er meðan sagt þetta
ef að sósíalismin eða svona vinstri hreyfingar eru svona hræðilega, þú veist, okkur láta það ekki bara falla sjálft sig, okkur þarf að eða svona svakalega miklu peningum að því að það tekið saman, þetta alveg rosalegi fjármunir og tími og ár og ár og tugir og það hefur ekki ennþá tekist þegar er síðan skrúa fyrir að því að sko ef þetta svona hræðilegt að okkur þurfa þá skrúa fyrir olíuna líka að því að ef þeir halda, það eins og Gylfi var að tala á að sko, heimsvaldasinnandi, þeir skilja ekki samstöðu, þeir skilja ekki það að þú standi með fólkina þegar meira segja fólki sko, sem er núna á Kúbu að lendir í þessu, það er alveg dagskýrt og ljóst hver er aðilinn bakvið þetta, það hefur alltaf verið það er alltaf mismunandi varandi þú veist, gegnum tíðina, en núna er það bara já, það er Bandaríkin. Þeir skilja heldur ekki samstöðu svona fólks. Þeir átt að reyndar Kennedy gerði það. Kennedy ætlaði sér að ráðast inn á Kúbu eftir að svínaflóinnrásin viss tókst og hann lét sér starfsfólk reikna þá út hvað myndi þetta kosta mörg mannslíf og þeir komu upp með þá tölu að það myndi kosta tæplega 20.000 manns, bandarísk mannslíf bara fyrstu vikuna eftir innrás á Kúbu. Og þá sagði Kennedy, ok, við skulum sleppa þessu. Og það er raunverulega ástæðan fyrir því að þeir eru ekki þorað að fara inn og ég er alveg samfæður það að það er meira hátt að mál fyrir þá að ráðast inn í Kúbu og ætla að taka Kúbu þeir munu mæta. En er það eitthvað sem þið sjáu fyrir ykkur svona? Nei, ég sé það ekki fyrir mig. Ég held að þeir haldi áfram. Þeir munu halda áfram, þeir munu gera meira erfiðara fyrir til dæmis fyrir Kúbani sem er að vinna í Bandaríkjunum og senda peninga til sinna fjölskyldna eins og er gert í öllum heimsvartalöndunum og þar sem fólk vinnur, það sendir ykkur hluta af sínu launum til annara. Sko. Þeir hafa skorið þetta meira og meira en þeir geta halda áfram að skera þetta. Þeir munu halda örgulega áfram að djöflast gegn þeim sem hafa viðskipti við það og þeir munu halda áfram að djöflast gegn kúbansku læknum í öðrum löndum og svo munu halda áfram sem sagt áróður en það sé allt óstjórn á Kúbu, hafa ekkert með viðskiptabönnur raunverulega að gera. Þetta sé mannsal á fólkið að senda kúbanska lækna þegar annara þjóða. Þeir eru búin að gleyma því að þegar byltingi var að gera á Kúbu 59 var einmitt að lesa þetta bara í gær eða fyrir þetta að þá voru vel á annan tug vændiskvenna á Kúbu. Getið ímyndað eitthvað ástand þetta var. Þetta var svona reiður mafíósanna að geta komið þarna og tekið þátt í alls konar veðmálarugli og vændu og öðrum viðbjóði sem þar viðgengst að þeir vilja koma þessu á fót aftur. Og það var löngum eins og í gera gjarnan, það er að tala eiturlyf, þetta er enda nýtt fyrirbæri að vera alltaf að tala eiturlyfasmygl og öðru löndum, þeir hafa oft talað mannréttindamál, þeir gera það, þeir Bandaríkjastjórn þeir að tala mannréttindamál, þá nú ætla þeir að gera eitthvað ráðast inn í landið og samkendin á svona hverfaldi, þannig það er erfitt að tala mannréttindamál. Það er bara þjóðaröryggi, það er þjóðaröryggs yfirlýsing, það var ekki human rights, þeir eru hættir að nota það. Já, þeir eru hættir að nota það. Nú er það þjóðaröryggið, Nú er það þjóðaröryggið og svo þetta með eins og við vorum að segja í fyrra kjörtíðanbili Trumps að Nicolás Maduro væri eiturlyfja forseti, narkopresident eða eitthvað líka. Það er til þess að geta lögsótt. Það þurfa að gera eitthvað svona stimpil eða alveg svo þau gerðu til El Salvador eða fleiri stöðum eitthvað gengin að séu hríðverkamenn þá var þetta lögsækja viðkomandi fyrir það Akkurat, Eyjólfur B. Eyvindsson, Gylfi Páll Hersir, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og leið okkur í frekra sannleika ástand á Kúbu. Við höldum áfram að spjalla vini okkar þarna í suðri og bara vonandi að það fari eitthvað að slakna á klónni. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Já, takk. Tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.